Sjötta kvenna. Þær mæta svona oftast svo 12 til 14 æfingar. Þær eru kannski svona 16, það ekki gett mikið meira það, 16 allt í allt, eða heila. Já. Og þá það, æfingartíma þeirra alveg eins og strákunum, það semst 1/3 mánudum og 2/3 á 50. Já, og þú bara setur þetta, þú kannski auðveldar að stjórna þeim, þær eru færri eða? Það er auðveldar. Og auðveldar að setja upp æfingar og svona? Já, það er allan tekur skemmri tíma. Þannig að þá kannski nær maður kannski 2 æfingum eða eitthvað, þú veist, þessi dagar sem við geta æfingar, nær maður fleiri æfingum. Hvernig, og eru þær þá líka þær eru að fara góðamóti líka? Nei, þær fara ekki góðamóti. Það var ákveðið á foreldrafundi daginn að þær ætla ekki að fara góðamóti, en þær við ætlum að tala við nágranna sveitarfélögin og við erum að tala við þessu Blönduósinga og fara þær bara einn dag, einn laugardag eða eitthvað í apríl, fara bara til þeirra. Við spilum bara mótið þeim og fara í sund og eitthvað svoleiðis bara eitthvað svona með foreldrarnir með og svona. Spila þá bara innanhús eða? Já, bara innanhús við Blönduósinga og skipta eitthvað svona þar fram og tilbaka og ég segi bara fara í sund og þú sem kannski grill eða eitthvað eftir eða hvað sem verður sko. Ef það kæmi hérna gerfugras, það er ekki mikla bætingu eða hvernig geturðu einhvern veginn aðlagað æfingunum því? Jú, alveg heilmikla sko og þá getur maður líka sett eins og með strákana, þetta er svo rosalega margir. Þá getur maður verið með, við getum með æfingar á nokkur stöðum í einu sko, ekki alltaf bara, það er meira pláss, það er ekki bara þessi 2/3, þá er ekkert, þú setur upp æfingar á 2 mörg eða hvernig það er svo lítið pláss. Þú getur gert miklu fleiri æfingar, við erum bara með það í bara minni hópum og svona að ég segi, getur nýtt miklu betur svæði. Sjötta kalla. Strákar. Þeir eru svona 18 til 20 meðaltali æfingum. Þeir eru ekki svona 24. Það mæta reglulega hjá þér? Já. Ok, og hvar eru þið að æfa? Það er semst 3 sinnum í viku. Allar æfingar eru í íþróttahúsinu og 2 sinnum í viku 2/3, 1 sinnum í viku bara með 1/3. Það er alltaf lítið þegar að mæta 20 manns sko. Já. Hvað er það að gera? Hvað gerir maður með svona lítið svæði? Þegar við erum með 1/3, það er semst mánudagstíminn og þá er komin svona hefð á það hjá þeim að mánudagstíma væri bara spiltímar. Þannig að ég hef bara haldið því síðan ég tók við leiðum að spila bara mánudum og ef ég myndi reyna að breyta þá myndi þeir kvarta mikið, þeir komið fast í rútun hjá þeim að vilja vera að spila mánudum. Ok, og er þá meira æfingar eitthvað sett upp eitthvað? Já, séðan hérna dagina þá reynum maður að setja upp ykkur æfingu en þá tíminn er sko 50 mínútur þá, já þetta er bara 40 mínútur á mánuðum, 50 mínútur hérna dagina og þú ert með 20 manns æfingu sko, þá setur upp eina æfingu og gerir hann smá tíma og það er vallað að gera mikið meir heldur en eina æfingu og síðan skipta í lið og spila smá sko. Það er svona þannig í staðinn reyni ég að gera þá eina æfingu og reyni að láta hann að gera það svona dálítið svona oft eða þannig. Margar endingar þannig að þeir nái að gera þetta okkur viti eftir einhver tíma sko. Í staðinn fyrir að vera alltaf að skipta, gera margar æfingur og allar bara illa og lítið illa sko. Eru þeir að fara á einhver mót í vetur eða hafa þeir verið að fara á einhver mót? Þeir fara á góðamóti núna í mars. Það fara á góðamótið. Og já, það er mót sem þið farið í vetur sko. Er það mót, það er á Akureyri? Það er á Akureyri, það er seinustu helgin í mars. Gist 2 nætur og ólíkt fyrir bara.
Svo er þetta líka bara, þú veist, ef við værum á stóra eða með gott gervigras og þú veist, hérna inni erum við að spila, þess að þetta spila á Íslandsmóti sko í 7 manna bolta. Þeir geta ekkert spilað 7 og 7 hérna inni sko. Þú veist, þannig að það er ekkert hægt að fara yfir hvernig þeir eru að spila og þú veist, og hvernig þeir eru að gera hlutina. Það er svo erfitt að fara yfir það hérna inni, það er ekki hægt sko. Þess að fara yfir grundvallaratriði og grundvallarhreyfingar og svoleiðis, það er ekki hægt inn á svo litla velli sko. Þannig að það munar rosalega, ef við hefðum gerðugast þá getur maður strax sko, stilt upp bara hérna, eins og völlin er og hérna farið yfir hvernig þetta spilast allt saman. Hvað segirðu, hvað er uppáhaldsmótið þitt? Góða mót. En króksmótið? Það er næstu uppáhalds mitt. Já, en svona á veturna er góða mótið. Er það ekki í veturna? Jú, það er stutt í það. Já, ok. Síðast þá var ég í F-riðli og lenti í öðru sæti. Ok, skoraðir eitthvað? Já, ég var næst markahæstur í liðinu mínu í riðlinum.